Samkomulag kaup á bílastæðum, samanber 15. lið fundargerðar borgarráðs frá 8. september 2016 sem að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Þar tekur hver til máls? Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon tekur fyrst til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það mál sem hér til umræðu snertir samkomulag kaup á bílastæðum, samanber 15. lið fundargerðar borgarráðs frá 8. september síðastliðinn. Hér ekki einfalt mál að ræða og hér ekki einfalt mál að ræða, en það snýr semst að kaupum á bílastæðum og með því verið að fullnægja gömlu samkomulagi og þá jafnvel í fleirtölu, allt frá árinu 2004 eða 2006 bílastæðamál í tengslum við byggingar við Hörpuna og þar í kring, en þar tók borgin með einhverjum hætti að sér að útvega bílastæði, 250 að tölu. Við Sjálfstæðismenn sátum hjá við afgreiðslu málsins í borgarráði og þar sem við ætluðum að skoða málið betur og töldum að það hefði kannski ekki verið sýnt nægilega vel fram á rauninni skyldu okkar borgarna til að kaupa þessi bílastæði. Síðan höfum við skoðað málið nokkuð betur og komist að raun að þetta mjög flókið og farið prenta át allnokkra samninga, reynt að átta okkur á því hvort að sú skuldbinding sem var ráðist í á sínum tíma og hvaða skuldbinding þetta nákvæmlega var, og ég tel okkur hefur ekki verið sýnt fram á það með nægilega vönduðum hætti að borginni beri skylda til þess að kaupa þessi bílastæði. Og hér ekki neina smá upphæð að ræða vegna þess að þetta þannig að kaupir bílastæðina 620 milljónir króna með virðisaukaskatti, og í þeirri tillögu sem var lögð fyrir borgarráð þá líka samningur við verktaka breytingu á Geirsgötunni til þess að vinna þar í samræmi við skipulag og koma það fyrir til dæmis svokölluðum T-gatnamótum, og þar þá samið við verktaka án útboðs. Og ég til dæmis lítið farsælt að fresta þessu máli meðan að við skoðum það betur. Til dæmis í gögnum málsins sem voru lögð fyrir borgarráð á fimmtudaginn. Þar er vísað í verkefnasamning Portusar og Austurhafnar frá því í mars 2006, framreiknuð miðað við þróun byggingarstölu frá október 2004, sem var þá notuð til grundvallar fyrir samningi. Þetta er svolítið flókið, en þetta samkomulag, þessi verkefnasamningur sem var vísað í, hann var til dæmis ekki í gögnum málsins og maður hefur aðeins reynt núna í vittíðinni frá því á fimmtudag reynt að fara yfir þetta mál, en það er að minnsta kosti ekki ljóst í mínum huga með hvaða hætti þessi meinta skylda borgarinnar til þess að borga fyrir þessi bílastæði og kaupa þau stofnaðist. Þannig að mér langar til að spyrja borgarstjóra hvort hann hafi farið yfir málið og hvort hann treystist þetta að fullyrða alveg með mikilli vissu eða nokkurri vissu að okkur beri í raun og veru skylda borginni til þess að okkur beri bein skylda til þess að kaupa þessi bílastæði, þessi 89 bílastæði undir Hörpunni, og hvort það sé búið að fara yfir það. Við höfum ekki
hann sem æðsti embættismaður borgarinnar, hann hefur þetta aðgangir að mörgum góðum embættismönnum og væntanlega búið að fara yfir það. Ég held að verði að vera algjörlega skýrt hér í borgarstjórn. Ef það á að ráðast í þetta, þá okkur beri beinskylda til þess. Nú, ef að niðurstaðan svo að það sé alveg ljóst að okkur beri skylda til þess að samþykkja þetta og kaupa þessi bílastæði fyrir 620 milljónir, þá er líka ástæða til þess að velta því fyrir sér hvort að við getum með einhverjum hætti spara þarna peninga vegna þess að viðhorf til bílastæðamála í borginni hafa óneitanlega breyst nokkuð frá 2004 þegar ég held að það hefur verið ákveðið eða það skapaðist með einhvers konar hætti viljayfirlýsing eða skuldbindingu til þess að borgin keypti þarna 250 stæði. Þá var þróunin hefur frekar verið í þá átt síðan eins og menn vita að belgja ekki út bílastæði við öll hugsanleg tækifæri. Það hefur verið dregið úr kröfum til byggingaraðila til þess að útvega bílastæði við hús sín vegna þess að menn telja, og ég held að svona í aðalatriðum þá hafi þessi sjónarmið alveg komið fram í öllum flokkum í borgarstjórn, að það þarf ekki alltaf að skapa bílastæði, byggja eða skaffa bílastæði yfir toppinu, svo má segja. Það sé dyggð að nýta vel bílastæði eins og aðra efnislega hluti, jafnvel þó að það kosti það að menn þurfi að rölta eitthvað lengri leið í bílinn. Og auðvitað er það þannig að fjárhagur borgarinnar er með þeim hættu þessar mundir að allir borgarfulltrúar hljóta að horfa hryggir á það ef við skulum þurfa að setja 620 milljónir króna til þess að kaupa bílastæði. Nógu nú samt. Þannig að maður veltir í fyrir sér bara þeirri leið hvort að vera hægt að fara í viðræðu við ríkið og húsfélagið á þessum stað, hvort að það megi rifa þessa bílastæða kröfu. Við sjáum að það eru fjölmörg bílastæði undir hörpunni nú þegar, og þegar við ökum framhjá þá sjáum við yfirleitt hvað eru mörg bílastæði laus, og það eru yfirleitt mjög mörg laus. Skal þó ekki draga úr því að þegar mikið að vera í húsinu þá fyllist bílastæðikjallarinn og þau eru vel nýtt. En svona stærstan hluta tímans eru þau því miður ekki nýtt. Þess vegna finnst mér ekki vegi að það er skoðað að það er farið í viðræðu við aðila að draga úr þessari kröfum og jafnvel að sleppa þannig að borgin slippi við þá kvöð að kaupa, ef hún er til staðar, að kaupa 89 bílastæði. En ef að það hefur líka heyrst að sjónarmið að það sé góðu business að reka bílastæði, og ég held að það væri ekki hægt að útiloka það að einkaaðilar væru tilbúnir til þess að koma að kaupum á þessum bílastæðum, og það verður þá bara gott mál ef svo væri. Ég hef heyrt á skoðun að það hugsanlega séð bara góðu business að reka bílastæði á þessum stað. Það gæti líka orðið niðurstaðan í þessum viðræðum að borgin mín, að þetta er bara hreinlega boðið út eða reynt að selja þetta, og einkaaðili tæki þá að sér þessa fjármögnun á þessum bílastæðum og leið áhættuna við reksturinn. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og hv. borgarstjóri tekur næsta máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, það er orð að sönnu að þetta er mál með langan aðdraganda og nokkuð flókið vegna þess að þarna flétta saman ýmsir samningar. Sá viðamesti og stærsti var upphaflegur samningur eða öllu heldur útboðsgögn sem tengdust einkaframkvæmdinni tónlistar- og ráðstefnuhúsið. En það var með samningi ríkis og Reykjavíkurborgar frá 21. desember 2004 sem aðilar sömdu að byggt í tónlistar- og ráðstefnumiðstöð og hótel við Austurhöfn ásamt tilheyrandi bílastæðum. Í samningnum var tekið fram að ein forsenda fyrir samkomulaginu væri að bílastæðasjóður kostaði gerð 250 bílastæði í grennd við tónlistar- og ráðstefnuhúsið sem myndi nýtast í á kvöldin. Þetta var síðan allt hluti af grunnforsendum fyrir félaginu Austurhöfn
sem ríki og Reykjavíkurborg stofnuðu byggingar tónlistar- og ráðstefnuhúsið og fór í samningskaupaferli innan ramma einkaframkvæmdar. Og ég verið það borgarfulltrúum til vorkunnar ef að við erum farin að missa þráðinn í tæknimáli vegna þess að þetta var mörguleyti, eða ekkert að mörguleyti, þetta var langflóknasta einkaframkvæmdaverkefni sem farið hefur verið í hér á landi. Gríðarlega umfangsmikil samningsgerð og ýmislegt á spýtunum, meðal annars aðrar lóðir heldur en tónlistarhúslóðin til þess að gera verkefnið áhugaverðari fyrir uppbyggingar, þróunar og viðkomandi einkaaðila. Það var síðan eftir þetta samningskaupaferli eða 9. mars 2006 að ríki Reykjavíkurborg og Portus sem var mótaðilinn undirrituðu samning byggingu tónlistar- og ráðstefnuhúss og það var hluti af samningnum ákvæðum gerð 250 bílastæða fyrir bílastæðasjóð í samræmi við tilboð Portusar og upprunalegt upplegg. Svo eins og fólk þekkir þá var algjör stöðvun á þessu, Portus fór í þrot og ríki og borg tóku aftur til sín málið en í raun grunnsamningurinn þarna baki hélt alltaf gildi sínu vegna þess að þetta var einhvers konar framlag borgarinnar inn í púkkið, gagnvart ríkinu og öðrum samningsaðilum. Þannig að þetta hefur haldið lífi inn í samningsgerðinni, ekki öllu leyti inn í tónlistarhúsinu, heldur inn í Sítus sem hélt á lóðamálunum. Þannig að hluti af því kaupskyldunni gagnvart 250 staðanum hefur alltaf verið við lýði og það er rétt eins og borgarfulltrúi spyr eftir hvort að ég hef látið fara rækilega yfir það, hvort að þessi kaupskylda sé fyrir hendi, þá hefur það sannlega verið gert og borgarlögmaður hefur gert það sem þekkir ferlið alveg frá upphafi og hún virðist vera óyggjandi, eins áhugavert og spennandi og mér fannst eins og ég skynja hjá borgarfulltrúunum að það kynni að hafa breyst eða borgin geti komið sér undan því. Þannig að næsta spurning borgarfulltrúans sneri að því hvort það væri ekki breytt viðhorf og þetta væri of mörg stæði. Það þarf eiginlega að fylgja þeirri spurningu önnur spurning, miðað við hvað? Miðað við upphafleg áform hefur staðunum verið fækkað. Þau áttu tíma að vera 1600, eru núna 1050 og það má alveg spyrja á móti hvort það sé ekki bara nokkuð skynsamlegt að nýta ferðina og setja stæði neðanjarðar og ef að borgarfulltrúinn, ef ég skil hann rétt, hann hafa ágjörð af því að séu of mörg stæði í miðborg Reykjavíkur fyrir vikið, þá kann það vera, en þá býða okkur heilmikil tækifæri í að fækka stæðum á móti á yfirborði sem hlýtur að teljast áhugavert í miðborgarumhverfi þegar að þessi 1050 stæði eru komin í kjallarann. Vitanlega gerum við ráð fyrir því að bílastæðasjóður fái tekjur á móti þessum stæðum. Hér er því velt upp hvort að einhver tímann getur komið til álita að selja bílastæðasjóðs til einhverja sem vilja reka bílastæði. Já, það gæti komið til álita. Á síðasta kjörtímabili lagði fulltrúi VG sem þá var Þorleifur Gunnlaugsson það til í borgarráði að bílastæðahús yrðu seld. Bílastæðahúsin okkar voru á sölulista og það er svo sem ekki búið að botna það en lagaumhverfið varðandi bílastæða og bílastæðagjöld er þó þannig að ég held að við þurfum að fara svolítið varlega í þessu. En stóra spurningin sem er svo getur við tekið okkur rúman tíma til þess að pæla í þessu og velta þessu fyrir okkur frá öllum hliðum að þá er svo ekki. Þarna eru framkvæmdir við verslunarmiðstöð, íbúðir og hótel komnar á fullt. Það þarf að færa götuna, þarna að ræða stæði sem að við fáum í raun á góðum kjörum meðan við upphaflegt upplegg vegna þess að verða að gera það í sömu atrennu og verið er að flytja götuna og koma henni í skikk. Þannig að okkar að mati okkar sérfræðinga og skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar, umhverfis- og skipulagssviði, þá eru þetta lægri kostnaðartölur heldur en kostnaðaráætlun 1, grunnkostnaðarmat okkar, sýndi fram á. Þannig að þetta er gluggi sem að lokast fljótlega ef við bregðumst ekki við núna.
Þannig að mér finnst mjög óábyrgt og óskynsamlegt að fara í einhverja leiðangra í tannúkjum viðræði við ríkið sem hafa nú ekki sýnt sig að taka stuttan tíma á þessu stigi, þó að það hefði hugsanlega verið hægt fyrir 10 árum eða 2 eða hvað. Núna þessar framkvæmdir komnar á stað. Þetta hagstætt tilboð miðað við þær forsendur sem við höfum fyrir okkur. Við höfum ekki dregið í efa þessa kaupskyldu en höfum farið rækilega yfir það í tengslum við undirbúning og núna samþykkt þessa máls og það hefur verið gert að minni beiðni af hálfu borgarlögmanns og við getum þá í kjölfarið farið yfir það hvort að hversu mikil tækifæri myndast til þess að fækka stæðum á yfirborði ef að borgarstjórn deilir áhyggjum borgarfulltrúans af því að stæðin verði of mörg. Þannig ég legg eindregið til þess til að þetta mál verði samþykkt ef það þá ekki þegar búið að því í borgarráði. Það þegar búið að því og þá þarf ekki að fórstunda. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu, þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi óskað eftir að taka til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, hér er sjálfsögðu mikilvægt mál að ræða. Það varðar háar fjárhæðir og ég held að sé til nokkurs á sig leggjandi til þess að skoða hvort að við getum sparað þetta fé. Mér finnst leiðilegt að borgarstjóri setur sig ekki úr færi, yfirleitt þegar hann svarar að snúa út úr málum með einhverjum hætti. Og hann reynir hér að snúa út úr bara mjög málefnalegri tillögu sem gæti, ef hún næði fram að ganga, spara borgarbúum fé. Að leggja upp með þeim hætti að tillagan sé lögð fram af þeim hvötum að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafi áhyggjur af því hvað sé mörg bílastæði ofanjarðar í borginni. Og það er ekki alveg þannig. Það er ekki alveg þannig að það þurfi að gerast þrátt fyrir að bílastæði þarna verið minnkuð eða bílastæðum fjölgað að við þurfum að fækka bílastæðum ofanjarðar. Það er ekki, áhyggjurnar snúa ekki að því að það sé of mörg bílastæði ofanjarðar, heldur snúa áhyggjurnar af því að hér eru mikla fjármuni að ræða og að kaupa, þarna er verið að kaupa hvert bílastæði á margar milljónir krónur. Nú, og málið var samþykkt í borgarráði en svo má deilu það hvort að málið eru fullnaðar afgreitt eða hér í borgarstjórn. En ég held að það veri rétt að taka snúning á þessu máli með því að leggja hér fram tillögu sem ég óska eftir að veri tekin á dagskrá með afbrigðum. Ég tek fram að mér hefur ekki verið sýnt fram á það með óyggjandi hætti að okkur beri bein skylda til þess að kaupa þessi bílastæði. Það má velta fyrir sér vinnubrögðum í borgarráði eina ferðina enn hvað það varðar að í gögnum málsins sem okkur er afhent í borgarráði er vísað í ákveðið samkomulag með ákveðinni dagsetningu en okkur er ekki sent samkomulagið sem eru auðvitað sjálfsagt í slíkum tilvikum. Þarna er verið að leggja ákveðin kostnað á herðar skattgreiðendum í borginni og við hljótum óska eftir því að það sé algjörlega klárt að okkur sé sýnt fram á það áður en við tökum slíkar ákvarðanir að við eigum óyggjandi hætti að taka þann kostnað á okkur. En við langar til að kynna þessa tillögu með leyfi forseta. Þeir hljóða svo. Borgarstjórn samþykkir að óska eftir viðræðum við ríkisvaldið og húsfélagið Austurbakka 2 í því skyni að aflétta meintri kvöð Reykjavíkurborgar á kaupum á 89 bílastæðum í hluta bílakjallara á lóðinni Austurbakka 2 nánar tiltekið á reit 11. Kaupverð umræddra bílastæða 89 er rúmlega 620 milljónir króna samkvæmt fyrirliggjandi drögum að samkomulagi en í því er vísað til samninga frá árunni 2004 og 2006. Í viðræðinu verður það meðal annars kanna hvort unnt sé að bjóða út eða úthýsa fjármögnun og rekstri umræddra bílastæða. Og auðvitað þurfa, ég tel ekki rétt að nálgast samningaviðræður með þeim hætti að það er muni sjálfkrafa að taka langan tíma. Það er hægt að vísa til margra samningaviðræðna sem ekki hafa tekið sjálfsög langan tíma. Ég held að þyrfti ekki að taka langan tíma að athuga þetta og skoða hvort að borgin getur með einhverjum hætti sparað þarna. Það má vel vera, og það geti útkomur sem viðræðan geta annars verið svo að við fækkum beinlínis bílastæðum á þessum reit þessi 89.
eða vegna þess að eins og við vitum þá hafa einkaaðilar í auknum mæli sýnt áhuga á því að koma að rekstri bílastæða í borginni. Það vitum við. Væri þarna tækifæri fyrir okkur til þess að bjóða þetta út eða úthýsa fjármögnun og rekstri þessara bílastæða til þess að minnka kostnað borgarinnar og áhættu af þessu verkefni og koma honum annað. Ég tel og við sjálfstæðismenn telum að minnsta kosti ástæðu til þess að skoða það mál vel. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og lagt hér fram tillögu sem hann óskar eftir afbrigðum til að leggja fram tillöguna. Við gerum hlé á fundi. Fundið fram haldið og við göngum til atkvæða afbrigði til að taka tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins á dagskrá. Þau sem samþykkja það gefið merki. Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og hv. borgarstjóri tekur næsta máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég verð að segja að þetta er svolítið óvænt tillaga á þessu stigi því að málið hefur verið afgreitt þegar í borgarráði og leggið því til eðli máls samkvæmt að tillögunni verði vísað frá. Hv. borgarstjóri hefur lokið máli sínu, fleiri hafa ekki kallað sér hljóðs og er umræðu lokið. Við göngum til atkvæða tillöguna, þau sem samþykkja að vísa tillögunni frá samkvæmt tillögu borgarstjóra gefið merki. Þau sem á móti kunna vera. Frávísunar tillagan er samþykkt með 9 atkvæðum gegn 4. Og hér hafa áskilið allir flokkar sér rétt til bókunar. Við göngum þá til 4. liðar á útsendri dagskrá sem